Árið 2008 birtu ýmsir svissneskir fjölmiðlar fyrirsagnir samsæriskenninga smiðir berjast gegn líffræðilegum vegabréfum. Þá vorum við, Takis Ansækja birti þetta. Samt Galler, Takisblad, slíkir hópar hegðaðu sér oft á þröng sínan hátt og þjást af ofsóknaræði. Og Rúnsjá segir, Sasek telur að örgjörfin í vegabréfinu sé aðeins fyrsta skrefið, fyrir það síðar verður örgjörfin jafnvel græddur undir húðina. Og nú, 17 ára setna, mun prófessor Dr. Daniel Braudy frá háskólanum í Okinawa, Japan, kynna okkur áætlanir, starfshættir og ferla sem stuðlað breytingu allrar mannverunar úr náttúrulegri fullvalda veru í tilbúið og stýrt lífsform. Ekki bara chip undir húðina, örgjörfa heldur, en hann mun sýna hvernig öll manneskjan mun breyta sig eðli sínu. Hann mun heldur ekki skilja okkur eftir í nokkrum vafa hvers konar fólk eða í bandalagi við hvaða fyrirtæki vinnur að því að rinda þessum hræðulega áætlum og ferlum í framkvæmd. Ég segi þakka þér prófessor Braudy fyrir að deila verðmætri þekkinguðinu með þeim sem í dag verða fyrir áhrifum á 21. ASECA-ráðstefnunni. En fyrst hér stutt lífslaup þitt. Prófessor Daniel Braudy fæddur í Bandaríkjunum árið 1964. Hann hefur doktorsgráðu í hagnýttri málsálfræði og hefur reynslu sem myndigreinandi. Hann heldur fyrirlestra þemu sem spanna allt frá samskiptakenningum og sjónrænni mælskulist til málvísindalegra uppbygginga og mælskulistar. Prófessor Braudy var deildarforseti framhaldsskólans í fjölmenningalegum samskiptum við Okinawa Christian Háskólann í Japan. Hann nú prófessor í hagnýttum málvísindum. Rannsóknir hann beinast að hljóðum, táknum, merkjum, myndum og litum og hvernig valdamiðstöðvar nota þau sem verkfæri til að móta þekkingu og hafa áhrif á skynjun og tilfinningar fólks. Hann meðritstjóri í Propaganda in Focus, meðútgefandi The Propaganda Model Day, Filtering Perception and Awareness og meðhöfundur bókarinnar Okinawa Under Occupation, Marginalization and Resistance to Neoliberal Propaganda. Úrval af fræðilegum verkum hans að finna á ResearchGate, alþjóðlegum gagnagrunni fyrir vísindamenn á öllum sviðum vísinda. Prófessor Braudy aðstoðarrannsakandi í vinnuhópum Áróður og hnattræna Stríðið gegn hryðjuverkum sem hrint var á stað 11. september. Prófessor Braudy talar í dag transhumanismi og posthumanismi. Hver stefnir að því og hvar eru við stödd í dag í þróun þeirra? Já, kæra þakki fyrir boðið og hlýjar móttökurnar og kveðjur frá Japan. Hvernig maður segja Guten Morgen? Við segjum Ohoya gasamasu Yoroshigo onaga shimatsu Shimasu. Þið einhvers konar vinsanlegt verður góður, ég veit ekki hvort það til samsvarandi orða þýsku en já, takk kærlega fyrir boðið. Ég bjó mig undir að tala í dag transhumanisma og posthumanisma. Svo þetta verður stundum tæknilegt hjá mér, en ég hef reynt að gera það aðlaðandi fyrir breiðan hóp. Svo ef ég má byrja þessari fyrirsögn hér. Þetta nokkuð áhugaverð fyrirsögn. Gervileg eru væntanleg. Þetta sá hluti líftækni frásagnarinnar, narratífsins sem nú heyrist allan heim og auðvitað undirtitillinn erum við tilbúin fyrir hver áhrif þeirra verða. Fyrir mér lítur þetta út eins og konar stríð. Meira
eins og sjokk fyrir okkur öll, dæmigert fyrir eins konar málskufræðilega sprengiárás á mér sýnist að þessi skýra bíræfni þessara anti-mannkins fyrirsagnir veikju enn stærri spurningar. Eru þess konar anti-mannkynsverkefni? Er þau hluti af einhverju stærri þróun í transhumanisma? Eða getum við sagt posthumanisma? Til þess að finna einhver svör þurfum við að leita að öðrum skyldum frásögnum. Síðan sagan koronufaraldurinn birtist, þá held ég til dæmis hef ég stundu velt fyrir mér hvaða djúpu innsýn við höfum í raun öðurlast heiminn. Kannski eru legar og blekkingar nú jafn algengar og súrefni. Jafnvel þó þessu síðar í gegnum læknisgrímu. Sem hluta af þessari vitsmunalegu sjálfsvorn sem ég vil hjálpa áhorfendum að móta, þá vil ég ramma inn þessa ræðu með visku sem kemur frá Jesú. Því með þínum eigin orðum myndu sýknuð verða og með þínum eigin orðum myndu dæmdur verða. Sem málvísindamaður telja orð skipti máli. Þau eru ekki bara hljóð sem koma frá munn okkar, heldur lykilmerki ástand hjartna okkur á huga. Ég held að þetta muni komi ljós þegar við skoðum nánar suma þeim hljóðum sem við heyrum frá þeim sem ýta undir transhumanisma. Ég hef spurt marga undanfari 5 ár hvað þeir halda transhumanismi sé og fæstir vita það. Jafnvel þeir sem eru mjög vel menntaðir, sumir ruglaði sama við transgender og byrja strax að tala þið vitið, að tala hvernig fornöfn einhver vill nota. Og þegar við ímyndum okkur transhumanisma, þá held ég að það sé annars vegar örugglega tengt transfólki. Þetta minnir mig á viðtal fyrir árið síðan þegar frægi forvegismaðurinnan stjórnmálasamfélagsins Neil deGrasse Tyson birtist í hlaðvarpinu Trigonometry. Hann var í hörðum rökræðum við þáttstjórnendunum. Ég myndi kannski segja að hann var að gagnrýna á frekar en að rökræða. Og Tyson notaði rökvillunar sem kallast ákall til almennrar iðkunar til að styrkja iðkun og eðlilega þáttöku karla með kynama í íþróttum kvenna. Hann hélt því fram að við værum á umbreytingatímabili. Mér finnst þessi fullyrðing vera mikilvæg innsýnin í Tyson og kollega hans. Þeir koma orðum á rökfyllur með slíku öryggi að þeir hljómi svo vel ígrundaðir hugmyndafræðingar. Í gegnum mannkynssöguna hafa alltaf verið 2 kyn. Nú á dögum eru þau öll að skapa nýjar hugmyndafræðilega flokkanir utan tvíhyggju eða bænari karla og kvenna. Mannkynið, karlkynið og kvenkynið verða sett á samfellda braut eins og einhverfi vitringunni eða safandinn. Og hvað sem eðlislægu munur þeirra, hvað hann áhrærir niður á frumustig og kannski tökum við ekki eftir þessari þróun í átt að posthumanisma vegna stærri gaslýsingar herferðar þar sem lykilorð eru fjarlægð sem tákna lykil að líffræðilegum ferlum sem eru séreinkenni fyrir konur og karla. Við höfum skrifað töluvert þetta áður í 4 hluta seríu okkur transhumanisma með fókus á áróður. Ef þið viljið skoða þetta, farið bara á propaganda in fókus. Ég held að upprunalega skilgreiningi ensku Oxford orðabókin á kyni vísi til vinnu í lýsandi málvísum til að búa til flokka fyrir skiptingu ýmissa fornafna sem tákna kyni 2, karlkyns og kvenkyns. Bara stutt athugasemd þar sem enska sameiginlegi gjaldmiðillinn í heiminum, virðist mér í dag að það sé orðið fullkomlega ásættanlegt að reyna að eyða þessum grunnhugmyndaflokkum, sérstaklega þeir innihalda eins og frumgerð eiginleika hvað konur eru og karlar eru og hvað þeir hafa tilhneigingu til að gera.
Auðvitað eru til tungumál eins og franska og spænska sem hafa kynbundið nafnorð. Ef ég maður rétt þá er hnífur, karlkyns nafnorð og gaffallir er kvenkyns nafnorð. Já, ég held ég hafa þetta rétt. Það gæti hafa verið John Money á 7. áratugnum sem var fyrstu til að reyna að aðgreina hugtökin kyn frá málvísindum og reyna að tengja þau við nýjar hugmyndir kyn hlutverk og kyn vitund. Það virðist ekki mjög erfitt að endurhanna samfélagið til að taka við þessum nýju hugtökum. Auðvitað, þú veist, það hefur tekið nokkra áratugi en hér erum við í dag. Kannski var það á 7. áratugnum, kannski var þetta sá sögulegi punktu þar sem vaxandi rugglingur tungumál og persónuleika og persónulega sjálfsmynd, kynhneigð og félagsleg hlutverk fættust. Það virðist vera rökrétt. Ef þú vilt eyðileggja mannverur, mannlega menningu, heilbrigðar hugmyndir sjálfið, fjölskyldu og æxlun mannsins, mannleg samfélag þjóð, verður að byrja því að raska tungumálinu og aðgreina sameiginlega merkingar frá raunveruleikanum. Mikilvægar og viðvarandi áróðsherferðir eru nauðsynlegar til að raska tungumálinu og rök hugsuninni. Það leiðir því af sjálfum sér að við munum taka þátt í því að koma öllu úr skorðum hjá okkur sjálfum. Það er gert með gengisfellingu tungumálsins sem öllur þetta snúa við. Það er þess vegna að mér virðist að sumir trúa að karlmenn geti fengið blæðingar og gengið með börn. Það er djúpstæðin samt einföld innsýn í 1. Mósebók, oft hunsuð eða gerða allægi, sem skilgreinir menn sem ímynd Guðs. Þar er fullyrt að bæði karl og kona hafi verið sköpuð sem spegilmynd Guðs á jörðinni. Ef þú strókar út þennan flokk, þá óskýrist skilningur okkar á því hvernig Guð starfar í gegnum okkur mennina sem ímyndar bera. Þið muni kannski eftir því þegar viss persóna, útnefnd af Joe Biden til Hæstaréttar Bandaríkjanna, sem gat annarkvort ekki eða vildi ekki skilgreina hvað kona er. Og það sem grafið var undan grundvallarhugtakinu kona, gátu karlar auðveldar dvalið í opinberum rýmum sem voru frátekið fyrir konur. Þarna birtist efnisleg birtingamynd þessara í grundvallaratriðum glæpsamlegu hugtaka. Mér finnst á þessum staðfestingar yfirleyslum að þetta hafi verið sá punktu þar sem öll eru vitni að göllum rökum John Money. Samskiptafræðingurinn Herbert Schiller skrifaði nokkuð mikið þetta ferli og kallaði það skilgreiningastjórnun. Ein gagnleg leið til að stjórna mönnum, þeim ófyrirsjáanlegu verum sem við erum, er að stjórna skilgreiningum að lykilorðum og hugtökum. Ef þeir sem eru efst í félagslegri, stjórnmálalegri, efnahagslegri og kirkjulegri skipan geta stjórna skilgreiningum, framfylgt merkingum með talkóða, nauðung og nýjum tungumálreglum, þá er auðvelt að hafa meiri stjórn á hugsun, tali og hegðun. Þú munt líklega vera sammála. Hugsaðu hugmyndir Orwells Newspeak. Stríð er friður, frelsi er þrældómur, fáfræði er sannleikur. Ég mun víkja aðeins hérna hugmyndinni stríð er friður. Schiller velti fyrir sér þessari spurningu hvernig við náum þessu. Hvernig nær fólkið í efstu röð þessa píramíta þessari tegund stjórnunar. Það er með reglubundnum og auðveldum aðgangi að því sem hann kallar upplýsingainnviðum. Þú veist, fyrst er eigan þýðir auðveldur aðgangur að þeir geta auðveldlega haft áhrif á áberandi lykilhugtök, nöfn eða skilgreiningar og við, neyslufólkið, innbyrðum það allt. Það sem gerir mig forviða er lýsingin sem Páll Postuli gaf þessum ótrúlega áhrifamikla krafti sem er að verka í heiminum, valdhafinn í loftinu.
Hvaða undarlega nafn á valdsvæði sem var skilningur á fyrir þúsundum ára áður en að útvarpsbylgjur komust undir stjórn, verslunarvættar og gerðar aðal samskiptaleg fjöldans í dag. Auðvitað hafi ekki allir aðgang að útvarpsbylgjum, en ef þú gerir og segir eitthvað sem stangast á við opinberan stjórnmálulegan veruleika, þá ertu ritskoðaður. Eða verra, þú lendir í slaufun. Milljónir kílómetra af ljósleiðurum, gerðinettadiskum, gerðinettir, öll helstu vörumerki fyrirtækja, útsendingarásir og leiðirna til að ramma inn sögurnar, halda niður í umræðum og gera áberandi almenningsvitund hvað á að hugsa, hvernig á að hugsa og hvað á að segja eða ekki segja. Þetta vald, þessi hæfni til þess að móta grunnslið meðvitundar er í höndum fárra. Þaðan virðist með vera sprottin fáfræðin í transhumanisma. Það sem við af náttúrunnar hendi drögum sem félagsverur að valdakerfum og yfirráðum, leitum við náttúrulega á tímum fjöldasamskipta í fjölmiðla og fjölmiðlapersónur sem hafa það hlutverk að fylla höfuð okkar af þeim sögum sem við þráum sem fullorðnir. Það kemur í ljós, sem er nokkuð áhugavert, að fyrstu samskiptanetin sem myndast er þegar við erum í móðukviði, þroskumst og byrjum að skynja raddir mæðra okkar. Rannsóknir í þroskasálfræði sýna að þau tungumálasvæði í heilanum sem bera ábyrgð á heyrn, byrja að þroskast 7 mánaða meðgöngu. Þegar að félagslega neti stækkar út fyrir móður-barn tvíeykið til fjölskyldu og síðan til samfélagsins, finnum við sálfræðilega frelsun í því að láta í ljós okkar eigin raddir. Þegar við brjótumst undan mæðrum okkar og löðumst að öðrum sögumönnum sem gætu staðfest eða véfengt gild okkar eða fordóma. Ég reynir bara að ímynda mér í smástund þegar áætlun transhumanista verður að veruleika og mannlega mæður útlokaðar úr æxlunarferlinu með tilbúnum börnum sem eru getin og ræktuð í tilbúnum móðurkviðum. Þetta er ekkert grín. Þetta hljómar augljóslega fáránlegt en þetta er á teikniborðinu. Þeir ætlaði virkilega að svipta með lönguninni og hæfileikunum til að fjölga sér. Þetta geti líka verið ástæðan fyrir því að stýrð umræðum kyn er að vera sífellt háværari. Mikilvæg gaslýsing er nauðsynleg til að koma konum, raunverulegum konum fæddum á mæðrum, inn í transhumaníska áætlun að fyrirlíta eigin náttúrulega æxlunargetu. Nú, hvers konar málfræðilegan kóða heldurðu að börn sem eru þróuð að ríkinu verði útsett fyrir í manngerðu ríkisviðurkenndu legi? Takið eftir hvernig konur hafa verið gaslýstar síðustu 10 árin og skilyrtar til að tilengja sér ný orði við venjur sem hefðbundið tengjast konum. Ég held ekki að við séum almennt undirbúin andlega til að taka upp þá algjörlega brjáluðu hugmynd sem miðstöðvar valdabaráttunar ýta undir varandi transhumanískar og posthumanískar áætlanir. Mikil menningarleg skilyrðing er nauðsynleg til að innræta óhandlegarlegar rangaskoðanir á því að mannleg, líffræðileg, taugafræðileg og vitsmuleg ferli séu í grundvallaratriðum gölluð og þurfi sárlega á ríkisafskiptum og umbreytingum að halda með regluböndum tæknilegum uppfærslum. Þeir sem að ýta þessum áætlunum vilja heim byggðan af fólki sem hefur fengið sprautu og örfunarskammta til frambúðar og heilinn hefur verið útsettur fyrir tilraunakendum uppfærslum og gerður að fullu meðfærilegur. Sú tegund uppfærslu sem ég er að vísa til er í raun og veru bara dulmál fyrir óútskýrða löngun til að lifa að eilífu. Eins og líkt er í Proteus einræðinu sem ég talaði um í fyrra viðtali.
Þeir sem hlýða þessu stjórnkerfi munu verða nægilega hræddir, nördaðir og finstildir. Það er aukið að einhverju leyti en stjórnað. Og það er en það er þar sem markaðssetning og kraftur sjónvarpsútsendinga koma við sögu. Kannski er þetta helstu ástæðurnar fyrir því að transhumanismi og færslan til posthumaníska framtíðar skráist ekki í sameiginlega meðvitund almenning. Og hér er smá bakgrunnur. Þegar ég var í hernum og vann sem myndgreinandi, höfðum við oft mjög miklar áhyggjur að gæði myndefnisins og hvernig væri best að túlka innihaldið. Þannig urðu herferðir óvinnaris augljósari fyrir okkur. Og stundum beitti óvinnur í feluleitum, svo áhrifaríkt að það var frekar erfitt fyrir okkur að greina og draga gagnlegar álítanir í því sem við sáum. Með öðrum orðum, blekkingar, feluleitar og að hylja hluti er allt grundvallaratriði í því hvernig óvinnurinn blekkir og platar. Og sem betur fer fyrir okkur, fer greining aldrei fram í tómarúmi. Við getum líka einbeitt okkur að því að skilja myndina, myndmálið í ljósi kortana sem við höfum við höndina, til að hjálpa okkur að sjá hvernig óvinnurinn geti búið til ýmsar blekkingar. Og þessi áhersla er aðeins einn þáttur í þeirri flóknu mynd sem við myndum túlka á stríðstímum. Fyrr höfðum við mjög góð kort, bókstaflega góðar kortagerðarmyndir af jörðinni. En í dag höfum við líka mjög mörg góð kort við höndina. En í formi hvítbóka frá stjórnvöldum, birtra stefnumótana, opinberra fyrirlestra, fræðigreina og annarra samskipta sem sýna svo margt transhumanísku breytinguna yfir í posthumanískan heim. Hver sem að hefur áhuga því að skilja hver er að ýta undir transhumanisma getur auðveldlega að skoða það sem ég kalla hér kort til þess að framkvæma sína eigin greiningu á öllum heimildum. Eins og ég er vissum að allir vita nú þegar lýsa margir óhræddir vísindamenn og læknar nútímanum sem hnattarennum hernaði og banvænustu vopnunum sem í raun eru óþekkjanleg. Þess vegna tel ég að við ættum að gera allt sem við getum til að afhjúpa og opinbera vopnin. Spurningin er, hvers vegna eru vopn þessara hugmyndabreitinga mestuleyti falin? Ein ástæða mínu mati er sú að fjárfestir í fjölmiðlum til að fela þeir og skaðan sem þær valda. Við vísum til þeirra sem arfleiðar fjölmiðla nú í dag vegna þess að hrun þeirra er yfirvofandi og arfleið þeirra einkennist af óbeit á velferð manna. Hitt vandamálið er að það eru ómiklar upplýsingar. Þar sem við erum stöðugt undir ofleiðslu skynjunar er orkan við að einbeita okkur að hlutunum og setja þau rétt samhengi og hlutlega flokka og mikil. Myndirnar sem okkur birtast í fjölmiðlunum til dæmis er aðeins lítill hluti af mjög flókinni greinarmynd. Ef við viljum skilja flókið vandamáli svo transhumanisma verðum við að leita til margra heimilda og mismunandi þekkingasviða. Þú myndi líklega vera sammála því. Hugleiddu til dæmis sjónrænu skilaboðin sem kynnt voru fyrir almenningi árið 2015 þegar Klaus Schwab í spjallþætti sem Charlie Rose stjórnaði var að ræða helstu einkenni fjórðu iðnbyltingarinnar sem er í þróun. Ég held að hugtæki sem að gefið þessari svokölluðu byltingu sé enn og aftur bara snjall kóði fyrir transhumanisma. Það er þó orðað í einhvers konar ofur rökréttri fáun, skilgreiningurinn sem stjórnast af hugtökum sem við tengjum venjulega við náttúrulega framfari mannsins í gegnum tækniþróun. Jæja, það hljómar svo jákvætt. Svo,
hver er tilgangurinn með því að nota þessa tegund á kóðuðu tungumáli? Ef þú hugsaður 200 ár aftur í tíman ef gufuvélin var náttúrulega afleiðing nýsköpunar mannkins sem breytti grundvallarefninu hvernig við unnum, þá ættum við, eins og röksemdafærslan segir, að vera andlega undirbúin að samþykkja öll þau nýju verkfæri og tækni sem ryðjast inn á markaði, líkama, heil og blóðrás. Hugsaðu einnig sjónrænu framsetningarnar í þættinum með Charlie Rose. Þar dökkur bakgrunnur sem gefur til kynna einfaldleika og leyndardóm og eins konar fágaðan stíl. Tveir herrar að halda uppi að því virðist skynsamlegu samtali byltingarkennda hugmyndabreitingu í samfélagi og hagkerfi. Charlie Rose spyr Schwab spurninga til þess að fá hann til að tala þessa byltingu. Hvað sé einstakt við hana? Og Schwab byrjar á því að bera hana saman við iðnbyltingun á 19. öld. Schwab segir að nýja byltingin breyti ekki því hvað þú ert að gera, hún breytir þér. Hugsaðu erfðabreytingar. Það þú sem breytist. Þessi mantra endurtekin í gegnum árin í ýmsum málflutningjans og annara. Í viðtalinu við Schwab róandi áhrifin á tilfinningar okkar þegar við skoðum þessa algjörlega eðlilegu umræðu tveggja manna sem gera okkur svo róleg að það kemur varla upp í hugan að einhver dularfullur kraftur, svokölluð bylting, sé að knýja tækni inn í líkama okkar sem muni breyta okkur á frumustigi. Munið hann segir að byltingin breyti þér. Þínu eigin sjálfræði, fullveldi þínu sem mannesku, gætir í óafsallegum réttindum frá Guði, í raun afmáð með yfirlýsingu Schwabs. Ennfremur rugla sjónræni þættir þessa að því virðist fullkomlega eðlilega samtals, skilaboð þau sagða. Tæknin notuð til þess að breyta slíkum grundvallaratriðum, þess sem gera okkur einstök og erfðafræðilegri samsetning okkar. Málfræðileg framsetning Schwabs fullkomið dæmi hvað að nota tungumál til að láta djúpstæðar, pólitískar og tæknilegar álögur virðast fullkomlega eðlilegar, eins og náttúruöfl, eins og vind. Og með því að gera fjórðu innbyltinguna að málfræðilegu frumlægi sem breytir þér, afmáir hann alveg hverjir knýja þessar breytingar áfram. Hvaða stofnanir að innleiða þær, hverra hagsmuna þær þjóna og hvaða ákvarðanir eru teknar að tilteknum aðilum. Þið skiljið að við Þetta fólk sem ýtir undir byltinguna sér blóðfrumur okkar, æðar okkar og taugaleiðir sem opna og aðgengilega staði tækninu þróunar. Í lýsingu Schwabs þessi svokallað bylting sett fram sem sjálfstæðu kraftur sem verkar á okkur, passífa mannfólkið, frekar það sem hún í raun er. Ég held að þetta sé samræmd áætlun tækniframkvæmd að auðþekkjanlegum fyrirtækjum, ríkisstjórnum og alþjóðastofnunum. Mér finnst þetta heiðarlegri lýsing. Það sem að gerast gæti verið eitthvað á þessa leið. Við erum að fjármagna og innleiða tækni sem gjörbylta hegðun manna, hugrætni virkri, taufaker starfsemi, félagslegum samskiptum, friðheldi einkalífs og jafnvel kaupum og sölum. Nákvæmari lýsing sem þessi myndi strax vekja upp spurningar upplýst samþykki. Þetta yfir lýðræðislega eftirsótt og hvernig með möguleika mótspyrnu, bæði andlega og efnislega?
Charles Douglas Lummis ræðir þetta ferli ítarlega í bóksinni Róttækt lýðræði frá 1996. Hann kynnir lesendum andlýðræðislega þróun sem hann lýsir sem þeirri tegund þróunar sem eyðileggur í nafni þjóðaröryggis, eða við gætum sagt í dag stríði gegn hryðjuverkum eða offjölgun eða CO2 eða hvað öðrum abstrakt tískustraumum merta elítinu til alþjóðlegra fjárplókstarfsemi í verndun eða útrýmingu. Og Lummis segir að innan þessara hugmyndafræði þróun felist kraftur myndlíkingarinnar í því að hún gefi þá mynd að verkefni sem eru unnin samkvæmt þeirri hugmyndafræði séu eðlileg, óhjákvæmileg og leiði til réttrar og fyrirfram ákveðinar framtíðar þeirra einingar sem verið er að þróa. Þetta er nokkuð djúpt þegar maður hugsar brjálæðislega hraðan til að eyðileggja eitthvað í nafni einhvers konar þróunar áætlunar, stefnu eða skipulags eða kannski einhvers konar fjárfestingar eða stríðsleikja æfingar. Og þegar þeir sem eru við völdin hafa smætta mannkyni til sem óhóflega gagnslaus dýr sem verður að svipta aðgangi að til dæmis mat, nauðsynlegu dýraprótíni til að halda lífi sem losa skaðalegan koltvísýring, hvað þá að það sé algjör nauðsyn fyrir líf á jörðinni, eða sem eru meðlimir í gríðastóri og óhreitnir í hjörð dýra sem verður að skrá, merkja og stjórna. Þeir sem eru nafnlausir í lýsingu Schwabs í 4. iðnbyltingunni viðurkenna í raun eigin aðdeild og tilbeiðslu í hnattrænni trúardirfkun transhumanismans. Algeng ræðutækni sem Schwab notar hefur þann tilgang að dylja gerandan sem vill freka vera falinn. Í gagnrýnni umræðugreiningu er þessi tækni kölluð nafnhyggja. Þetta er mælskulist sem framkvæmir ótrúlega hugmyndafræðilegt verk. Þetta er orðræði sem er í raun pólitískt verkefni að endurmóta mannleg samfélagi með tækni og birtist sem óhjákvæmilegt sögulegt afl. En á ný, þá er þetta bara dulmál. Málrænt jafngildi andspyrnu er tilgangslaust. Þú getur ekki staðið gegn byltingu sem bara gerist náttúrulega. Þetta tala til fyrra atriðis míns Lummis og andlýðræðislega þróun. Málfær Schwabs útiloka þann möguleika að fólk ákveði sameiginlega að það vilja alls ekki láta þessa tækni breyta sér. Tæknifræðingar hafa alltaf unnið að leysa félagsleg vandamál, þeir þykjast vera að leysa þau. En hver stendur á bak við þessa alþjóðlegu sókn? Ef við hunsum það augljósa, fremstu miðstöð alþjóðlegs vald, alþjóðlega seðlabankakerfið, meðal marga ríkistofnana, frjálsra félagasamtaka og risafyrirtækja sem vinna saman allan heim, þá voru þau sem standa upp úr flestum kunnuleg. Við höfum lagt til rannsóknarkar að áframhaldandi áhersla að ætti að vera á hernaðarsamsteypuna. Ef við tökum meinta kröfu NASA vélknúna mannveruða cyborgs við geimkannanir, þá er það greinilega rökréttur upphafspunktur fyrir allar rannsóknir á vaxandi transhumanískri hugmyndafræði. Við skoðum áætlanir og ferla til að umbreyta mönnum úr náttúrulegum fullvalda verum í tilbúnari og stýrðari lífsform.
tel að slík athugun sé tiltölulega auðveld. Ef við hugum að því hvernig samskipti og hönnun efnislegra mannvirkja og byggingarlistar endurspegla hugsun þeirra sem eru við völd og móta heiminn og líkama mannsins sem hann býr í. Takið nú eftir hvernig tæknilegi þættir transhumanism eru hugsaðir og kynntir almenningi. Í þessu verkefni munum við þróa og rannsókna hugmyndir að kerfi fyrir Internet of Bionano Things. Einstaklingsmiður læknisfræði og öriðnaða forrit eru talin dæmi umsóknir. EOBNT sniðið að því að gera kleift að fylgjast með og hindra sýkingar í gegnum samskiptavettvang milli nanotækja, í mannslíkamanum og með ytri gáttir. Á þennan hátt mun EOBNT styðja við flutning gagna og stýri upplýsinga milli nanotækja og ytri tölva. Ef við hugsum vandlegum spurninguna hvers vegna samfélagsheimurinn skipulaður eins og hann getum við byrjað að skilja hvernig hann líkt á tilraun. Helstu verkfræðingar samfélagsins og hagkerfisins hafa þegar náð mikilli stjórn á okkur, þáttakendum í tilraunni, með því að stjórna þeim andlega ramma sem við hugsum, tölum og höfum samskipti innan, bæði félagslega og efnahagslega. Hugsi líka öll helstu fjölmiðlakerfin sem innræta rétt gildi og viðhorf, viðurkenndar hugmyndir og hugmyndafræði. Við erum örugglega þátttakendur í tilraun. Sum okkar eru óljóst meðvituð þetta. Aðrir eru algjörlega ótengdir. Við getum fundið margar vísbendingar í yfirlýsingum tæknókrata. Íhugið þessa skilgreiningu og stefnu yfirlýsingu transhumanista endurbirtri hjá NASA. Heimssýn sem leitar að lífsgæðum, sem leiðir til stöðugra framfara, sjálfsumbreytinga, hagnýtrar bjartsýni, framsýnna lausna og gagnrýndar hugsunar. Transhuman. Transhuman líffræðileg og tæknileg lífvera. Umbreyting mannkynsins sem heldur áfram að þróast með tækni. Þessi sýn setur umbreytinguna fram í bjartsýni án nokkurar vísbendingar hver fjármagnar umbreytinguna eða hver þróar líftæknilegu lífverurnar. Hún játar sínar eigin hugmyndafræðilegu rætur, aftur meiri normalisering. Heimsmyndin, rétt eins og manneskja, leitar að einhverju, af þessum lífsgæðum. Hún leggur alla áhersluna ofan á abstrakt fyrirbæri, eins og til dæmis náttúruval, eða einhverja aðra blinda tilviljunarkennd sem býr yfir ótrúlegum sköpunarkrafti. Fyrir þá sem voga sér að hugsa öðruvísi, alltaf til fjárhundar sem halda hjörðinni skipulagri, hlýðinni og áréttri leið. Elon Musk hefur varað við því að við verðum að sameinast vélum til að forðast að verða eins og apar. Og Michelle Sapa, framtíðarstefnumótandi á Rockefeller-stofnuninni og kínverska menntamálaráðuneytinu, hélt í einnig fram árið 2013 að mannkynið hefði engan annan kost en að vera dregið, sparkandi og öskrandi á iðstunnuga framtíðar sem felur í sér erfðameðferð, gervilíffæri, tilbúið blóð- og æðakerfi og rafeindalíf. Ef við erum sumsé að verða vitni að umbreytingu eins og Schwab, Musk, Gates, Harari og aðrir helstu tækni, kratar og gúrúar hafa lýst, þá tel ég eðlilegt að spyrja hvar stöndum við núna? Allar þessar svokölluðu uppfærslur sem ég hef hingað til rætt vekja spurninguna hvað það þýðir að vera manneskja.
Ef DNA til dæmis lykillinn að lífinu, hvað þýðir það fyrir mannslíf að hægt sé að fikta við erfðakóðan? Að stjórnvöld sé að fjármagna rannsóknir og þróun tækni til að framkvæma þess átta vinnu. Þetta auglýsing sem kom frá Moderna þegar að mRNA-tæknin kom í dagsljósið. Þetta alveg ótrúlegt. Erum við í raun að ganga inn í post-human heim? Og ef svo hvað þýðir eiginlega post-human? Þetta einhver kenning, eða þetta eitthvað hagnýtt? Heimspekilegu posthumanismi hefur verið til í áratugi. Í ritum allra helstu menningafræðinga sem lýsaði yfir að humanismi eins og við skildum hann á tímum upplýsingarinnar sé lokið. Posthumanismi einnig skilinn í dag sem tækni. Posthumanismi svið sem vekur áhuga minn sem má sjá í viðleittin þess að breyta félagslegri, sálfræðilegri eða líkamlegri samsetningu og hegðun manna með tæknilegum uppfærslum í erfðatækni eða taugatölvuvæðingu. En hvernig getum við vitað að þetta sé raunin? Til dæmis tilkynnti Pfizer árið 2015 samstarfið sitt við Bar-Ilan háskólann til að öðlast betri skilning á DNA nanovélmennum til lyfjagjafar. Í fréttatilkynningunni segir okkur skýrt að þessi stefnumótandi aðgerð feli í sér, tilvitnun hefst, að nanovélmenni breytist frá vísindaskáldskap yfir í hagnýta lausnir. Þannig geta tilvísanir í vélmenni sem starfa á frumustigi þýtt að eldri lífvísindi sé að springa inn í sig eða verði skipt út. Þetta getur þýtt að gervilíffræði sé að samþættast náttúrulegri líffræði og nýjar tegundir rannsóknar og þróunar og mannlegra tilveru sé að koma fram í sviðsljósið. Í grein frá árinu 2015 sem ber titilinn The Internet of Bionanothings skrifar Ian Akildis, brautryðjandi IOBNT og samstarfsmenn hans þessa hugmyndabreytingu sem á sér stað í samskiptum og netverkfræði. Þeir taka fram að með því að vinna á nanotæknistigi mögulegt að búa til hluti byggð á stjórnun, endurnotkun, breytingum og endurhönnun líffræðilegra frumna. Þetta nýja net sem byggir á lifandi frumum og lífverum myndar grunninn að mörgum nýjum notkunarmöguleikum í hernaði, heilbrigðisþjónustu og öryggisviðum, þar sem auðvelt að fela, græða og dreifa nanóhlutum í umhverfinu, þar sem þeir geta í samvinnu framkvæmt skynjun, virkjun, vinnslu og nettingu. Í nóvember 2019 talaði Anthony Fauci notkun þessara nýju tækni í heilbrigðisþjónustu, þessara nanotækni sem kallast sjálfsamsettar nanóagnir sem eru innbyggðar í tilvitnun alhliða inflúensubóluefni sem nýstaflega aðferð til þess að vekja ónæmissvörun. Athugið, þetta var í nóvember 2019. 6 dögum síðar komu fyrstu fréttirnar að duðla fullum nýjum inflúensustofni frá Wuhan í Kína. Hver tengingin? Það virðist vera koma betur í ljós. Nokkrum árum síðar í fyrirlestri sem Alkitis hélt árið 2023. Hann bendir á að lífnanóvélarnar á bakvið IOBNT séu til að sprauta í líkamann og það gangi mjög vel í þessum COVID-bóluefnum.
Það stefnir allt í þá átt. Þetta mRNA er ekkert annað heldur en litla nanovélar. Það eru forritaðar og þeim er sprautað. Við höfum skrifað ítarlega öll þessi augljósu forrit, en það sem er mest heillandi er hvers mikil afneitun á sér stað þegar slík hugmyndabreiting er framöndan. Rannsóknir og þróun hafa staðið yfir í áratugi. Rannsakendur greina sjaldan raunveruleg kerfi í upprunalegri mynd. Þess í stað smíðaði líkan sem reynir að nálgast þá hegðun sem þau telja sig sjá í kerfinu. Og með því að greina hegðun líkansins vonast þið til þess að geta spáðum hver hegðun raunverulegs kerfi sé. Þið vitið að við smíðum líkon vegna þess að náttúruleg dýnamísk kerfi eru yfirleitt of flókin til að þjóna sem vettvangur fyrir hagnýta og nákvæma greiningu. Nú endurspeglar allt þetta siðferðislega rangatali í heimi vísindanna um mannslíkamann sem vél, heilan sem tölvu, DNA sem hugbúnað og bóluefni sem uppfærslur á hugbúnaðnum. Endurspeglar lélega hugmyndafræðilega líkanagerð manneskjuna sem réttlætanlegt tilraun á uppfærslu svæði. Sú smættandi og vélræna hugsun sem ræður ríkjum í hugum transhumanískra teknokrata hefur nú sannað sig vera grundvallandi gölluð. Það sem að umfangsmiklar alþjóðlegar uppljóstanir sem hafa verið gerð á skaða og dauðsföllum vegna tilraunarlyfjanna síðustu 5 ár, því velti ég fyrir mér hvort við séum nú að sjá hið flókna og dýnamíska kerfi sem við þekkjum sem mannslíkama, heila og blóðlárs hrynja. Hafa allar transhumanískar fyrirmyndir af hreinni og klárri posthumanískri framtíð þegar hrunið? Ég get ekki ímyndað mig hvernig sannleikurinn þetta tæknivædda stríð gegn mannkyninu getur haldist falið mikið lengur. Eins og maður segir, sannleikurinn finnur sér leið. Yes. Vá, rosalegt hvernig þetta byrjar. Kæra þakki prófessor Braudy. Þetta var rosalegt. Sem mjög góður grundvöllur fyrir þennan dag. Og nú þurfum við aðeins að anda að okkur. Við þurfum að reyna að skilja hvaða dýpt hann hefur náð. Kæra þakkir.